Búa til bekk í Google Classroom skref fyrir skref. Halló aftur og velkomin í næsta myndband af Google Classroom. Í dag ætlum við að skoða hvernig við búum til nýjan bekk í kerfinu. Þetta er fyrsta skrefið sem allir kennarar þurfa að taka áður en hægt er að vinna með nemendur í Google Classroom. Ég ætla að sýna ykkur þetta rólega og útskýra hvað hver stilling þýðir. Í stundum geta nöfn eða flokkar verið ruglinglegir fyrir þá sem eru að prófa kerfið í fyrsta sinn. Skref 1. Finna plúsmerkið til að búa til bekk. Nú þegar við erum komin inn í Google Classroom þá sjáið þið efst í hægra horninu lítið plúsmerki. Þetta tákn er mjög mikilvægt. Nemendur nota plúsmerki til að skrá sig í bekk með kóða og kennarar nota plúsmerki til að búa til nýjan bekk. Við smellum á plúsmerki og veljum Create Class. Skref 2. Samþykkja reglur ef við erum í skólastjórnarkerfi. Ef þið eruð að nota skólastjórnarkerfi frá Google getur komið upp skilaboð þar sem þarf að haka í box til að samþykkja reglur. Þetta eru einfaldlega skilmálar sem minna okkur á að Google Classroom sé ætlað til skólanota og að það sé notað af nemendum og kennurum í leyfilegum tilgangi. Skref 3. Fylla út upplýsingar bekkinn. Næsta skref er að gefa bekknum nafn. Þetta er mjög mikilvægt því að það auðveldar ykkur yfirsýn þegar þið verðið með marga bekki. Þið getið líka fyllt út section ef þið viljið tilgreina til dæmis skólaárið. Subject. Hér er hægt að tilgreina námsgrein. Og skólastofu. Skref 4. Smella á Create. Þegar allt er tilbúið smellum við á Create. Nú er Google Classroom að búa til bekkinn fyrir þig. Þetta getur tekið nokkrar sekúndur. Skref 5. Hvað gerist næst? Þegar bekkurinn er tilbúinn opnast hann strax og þið sjáið forsíðu bekksins. Það fyrsta sem við sjáum er Stream Settings. Þetta er eins konar fréttaveita þar sem við getum sett inn skilaboð til nemenda. Efst sjáum við líka klasskód hér. En hann þurfum við að nota seinna þegar við ætlum að bæta nemendum við bekkinn. Fyrir neðan klasskód er Upcoming. Þar birtist það sem er á dagskrá eða það sem er væntanlegt. Dæmi úr skólastarfi. Það getur verið þægilegt að búa til mismunandi bekki í Google Classroom fyrir ólíka hluti kennslunnar. Til dæmis sérstakur bekkur fyrir hópverkefni þar sem nemendur vinna saman, bekkur fyrir valgreinar eða námskeið, bekkur fyrir ákveðin námskeið sem eru kennd í stuttan tíma, til dæmis ritunarþjálfun eða lesskilning, sérstakur bekkur fyrir þemaverkefni þar sem nemendur vinna í hópum þvert á árganga. Það sem líka er hægt og þægilegt er að búa til marga bekki, sérsniða þá hvern fyrir sig, þannig að enginn bekkur þarf að vera eins. Nú höfum við búið til okkar fyrsta bekk í Google Classroom. Í næsta myndbandi ætlum við að skoða hvernig við bætum nemendum við bekkinn, bæði með því að skrá þá sjálfa og með því að leyfa þeim að skrá sig sjálfa með kóða. Takk fyrir að fylgjast með.